Sælveriði og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Í kvöld ætla ég að nýta flugu eftir Jónvin minn hérna, Sigurðsson, sem lítur svona út og heitir SAR eða Search and Rescue. Og hún heitir ekki Search and Rescue að því bara heldur einfaldlega vegna þess að þetta er fluga sem að leitar upp í fisk og bjargar oft fyrir manni bara deginu þegar maður er að veiða með hana. Frábær fluga í vorveiði sérstaklega þegar það er lita vatn og svona kalt og slíkt. Við erum að nota Uni sem sé 8.0 í þetta allavega að byrja með. Svo er ég að nota sem sé Arex NS 118 og þetta er númer 6 sem ég er að nota. Getur nýtt hann í 6 eða 8, kemur vel út í báðum. Og í stílega á flugunni þá erum við að nota sem sé svarta og rauða gæs. Og það sem við gerum við þessar fjaðrir er það við setjum þarna saman. Klísturum þeim saman í svona vöndul þannig að þetta sé svona til skiptið svart og rautt. Og svo það er stílega á flugunni sem kemur hérna niður á legginn. Og þetta er fluga sem held ég að Jón hafi ekki birt neins staðar. Þetta sé bara fyrsta skiptið sem er nýtt sem sé í vídeói og birt fyrir utan náttúrulega vídeói sem er myndbandið, hérna fræðslumyndbandið Jón sem við gerðum hérna bara rétt eftir ánamót á Rásinni. Búkurinn eins og við sjáum á flugunni, hann skiptist hérna upp í 3 búta. Það er hérna appelsínugult á aftan, svo er dekkra appelsínugult hér og svo er svona glow channel í fremsta búkin. Má líka sem sé nota hana döbb sem sé það gerir það sama. Kemur út á sama. En næsta skref með fluguna það er að taka hérna appelsínugula undirlínu. Rest af undirlínu sem er ónýtt. Og hún er nýtt nákvæmlega svona eftir Jón. Hann var að nota þarna og prófa sig áfram með undirlínun sem hann átti, sem hann var búinn að henda og hvort það mætti ekki nota hana. Þetta er 20 punda undirlína. Ég veit ekki hvort sé Rio eða Scientific Anglers eða hvað þetta er, en allavega þetta er appelsínugul undirlína. Jú, við látum bara duga hérna 4-5 snúninga. Þetta er alltaf þétt niður hérna, svo er alltaf lægi að vefja þessu sjáum við hérna undir búkinn, þá fer þetta ekkert. Þá er þetta alveg til friðs. Þá er undirlínan komin og þetta er eins og ég segi, þetta er svona frekar fljót nýtt fluga svona þannig þegar maður er komin með tilfinningu fyrir hlutvöldunum. Næsta sem við setjum í, það er sem sé svona channel sem er Fluor Orange PHPAP, þetta er sem sé Vapsi, mjög skemmtilegt efni eins og ég þekki náttúrulega channel, en þá klíp ég sjáði hérna framan af þessu til þess að fá þráðin hérna af þessu, þannig ég geti nýtt þetta í rauninni niður og stjórnaldandi hvað ég er að gera. Og við erum búin að festa þetta niður og svo förum við með tvinnan þangað sem við ætlum að stoppa, það er svona cirka hingað. Þá kemur þetta bara utanum. Má nota sem sé svarta kúlu á þessa flugu, en það má nota líka aðra liti sem eru til dæmis gulllitaður geta alveg gengið og silfurlitaður. Ég ætla ekki að mála augu á hana, en það eru hún á að vera máluðum augum á kúluna. Og það er vídeó sérstakt það, en þessi fluga líka virkar svo sem alveg bara geysi vel þá hún sé ekki með augum. Þessi áður við setjum hérna mikrochannelið á, þá ætla ég að henda rauðri ull hérna undir þetta til þess að fá í rauninni smá þykkt á fremsta hlutan. Það er líka gert til þess að vængurinn á flugunni verði sem sé til friðs. Þá er ég að tala þannig að vængurinn standi ekki í ykkur 45 gráður upp, heldur sé svona cirka samsíða eins og við viljum hafa vænginn. Þá kemur þetta, þessi ullin hérna
svona, og þessi ull bara í rauninni undirlag undir það sem koma skal, sem þetta Veniard Micro eitthvað. Það stendur á þessum pókum hérna, þetta ykkur staðar hérna. En þetta allavega Veniard efni og ég með smá hérna, þetta svona eins og englahár nema þetta bara, þetta mjög mjótt. En það sem eins og ég segi við ykkur, þá fáið þið út nákvæmlega sömu áferð og sama lit með svona Sensi Octopussy rauðu dubbing efni frá Frödin, fast í flugubúlunni meðal annars. Þá komum við með channel, hérna glimmer channelin niður hérna og hann fer hérna alveg fram, snúa kúluna á þessu til þess að við séum alveg örugg með þetta sé ekki að fara neitt. Svo vefst þessi rauði litur hérna fram af kúlu nánast, svona, og þá sjáu þið búkinn á flugunni. Þetta svona þriðjungur, undirlína þriðjungur, channel og svo þriðjungur þetta glow eða glimmer channel. Þetta heitir bara held ég micro channel. Það var ekki nefnið á þessu, langt síðan ég keypti þetta. En vængurinn á flugunni, það sem sé rauður íkorni. Og hann tökum við úr þessu og náum okkur í góðan bita þar. Takk úr þessu hérna undir hárin og svona þessi hár sem standa út og út allt. Þá næst bara að mæla lengdina á þessu. Við viljum hafa þetta, já, kannski eins og þessa hérna. Þannig að þetta flúttir svona við stélið, það að segja að vængurinn flúttir við stélið, svona sirkabát. Það sé svona lengdin sem við erum að miða við, svona, og klippum við hann til þannig. Þá stytti ég sem sé þennan enda á hárunum niður í rétta lengd og notum þetta gamla trix mitt að skella í íkornahárin alltaf smá lakki í klifta endan, en það gerir það að verkum að það er miklu auðveldara að binda niður og það er miklu auðveldara að stjórna hann. Og það getur skipt máli. Sjá við kemur vængurinn hérna niður. Svona bregðum utanum þetta einnig lausri lykkju, svo er þetta að draga þetta aðeins til. Sjá við þá stendur vængurinn eins og við viljum hafa hann. Og þetta er ekki allt. Við þurfum að fara með vænginn dálítið aftarlega. Sjáum við hérna hvað þetta er. En svo kemur kragi á þessa flugu líka. Og kraginn er úr svona yfirleitt úr rauðri hanafjöður. Og þá er ég að taka bara hanafjöðurina sem sé svona. Og við erum að hafa í rauninni, já, þetta binda vænginn dálítið niður, þetta er komið, svo kemur hanafjöðurinn hérna á og þeir látið útliðin á fjöðurinni, sem sé, það hluta sem gljáir á fjöðurinni snúa upp. Og klippum við stöngulinn hérna af. Við notum í þetta náttúrulega fjæðurklemmu hérna, sjáum við, klemma endana á þessu saman og svo er náttúrulega með fjæðrir þegar við vinnum með þetta. Bara zooma aðeins út úr þessu, við náttúrulega sýnum ykkur hvernig við gerum þetta. Að þá sem sé strjúkum við fanirnar á fjöðurinni aftur, eða sem sé öfuga átt, og þannig kemur hún til með að hlýða dálítið betur því að fara að verða kraga. Og við þurfum að sem sé vefja henni hérna utanum, vefja henni í áttina að kúluhausnum og leið taka hérna í fanirnar og greiða fanirnar, sjáu þið, aftur og bak. Og láta þér þannig verða svona. Þá er þetta klárt og allir reyna að ná þessu hérna með tvinnunum.
í 1 til 2 vafningum. Svo húkum við úr hérna svona og þetta stendur hérna eftir, það er hægt að klippa það bara í burtu svona. Það fer undir tvinna á eftir, en svo sjáum við fjöðrina, þetta er náttúrulega dálítill brúskur en flugan virkar best svona, og til þess að fá fjöðrina betur aftur og bak svona þá tökum við eins og að gera, tekum utan hana, held henni svona og vef svona 2 mm yfir fjöðrina. Það er allt í lagi. Og nú erum við að gera hausinn á fluguna og við ætlum að gera hnút hérna og ég ætla að svindla eins og setja á hana appelsínugulan haus og við notum í það appelsínugulan tvinna. Tvöfaldan, þrefaldan hnút hérna á þetta svarta. Það er ekkert að lakka það fyrir bara undir. Svo voru lakkað yfir þetta alltaf eftir. Þá er ég með sem sé frötin, sem sé flúor appelsínugulan tvinna til þess að vefja yfir þennan og búa til að hnúta aftur. Þá er ég raun að búa til nýjan haus, sjáu þið. Og þá verður hausinn á henni svona og þá virkar þetta eins og í rauninni hotspot á fluguna. Og já, eins og ég segi í vídeónu með þessa flugu, Search and Rescue, og hún hérna hefur bjargað mér mörgum sinnum frá því að koma heim með öngulinn í rassinum, sérstaklega á vorin. Þá er bara komin þessi fíni appelsínugulu haus á hana, þá bara annar hnút og lakk yfir þetta. En já, þetta er fluga eftir lærimestara minn Jón Sigurðsson og þetta er fluga sem hefur ekki birst eins staðar nema bara í þessu eina vídeói sem ég hef sýnt. Heimildamyndinni sem við gerum þetta með Jón, núna rétt eftir áramót. En þá er SAR bara eiginlega klár. Þá er ekkert annað eftir að gera nema bara bregða á hana smá lakki. Við notum hérna Solaris Bone Dry eða Bone Cure heitir þetta víst. Smyrjum því hérna yfir og þessi tvinni sem ég er að nota er sem sé reflektar útfjólubláu ljósi, þannig að það verður svona ögaf skel yfir hausnum. Og höldum að sem sé og zoomum okkur aðeins hérna út og svo er bara sólbað með óhollum útfjólubláum geislum. En þá er sem sé Search and Rescue flugan bara klár. Þetta eru litirnir sem að Jón hnýtti hana upphaflega í og þetta er gríðarlega sterk fluga til þess að leita sjóbirtingi og urriða á vorin. Ég hef ekki fengið bleikju á þessu flugu, en ég hef ekki verið að reyna þetta mikið fyrir bleikju, en ég er nokkuð viss um það að bleikjan, bara út af litunum í þessu, þá fer bleikjan í þetta líka. Bara að prófa það í sumar. Já, þá erum við bara klár. Þetta er sem sé Search and Rescue eftir Jón Sigurðsson og þið með endilega setja like á vídeóið, deila því og gera þess átskrifundur á rásinni, mjög mikilvægt. En þangað til næst og bara sjáumst við hress og kátt í næsta vídeói. Takk fyrir.